Komið sæl, Birgir Þór heiti ég fyrir að horfa á Motorsport. Efni þáttarins að þessu sinni, þriðja umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru sem framfór í Skien í Noregi. Íslendingar tóku þar þátt í tveimur flokkum, bæði sérútbúnum flokki og sérútbúnum gödubílaflokki. Og sem fyrir eru brekkurnar háar í Skien, sáum í fyrra þó nokkuð margar veltur niður þessar brekkur. Nú staðan fyrir þessa þriðju umferð var þessi. Enginn Íslendingur hafði tekið þátt í fyrstu tveimur umferðunum sem framfóru í Finnlandi. Ole Graversen Noregi í fyrsta sæti, Finn Erik Løberg í öðru sæti með 16 stig annars vegar og 14 hins vegar, 10 stig fást fyrir fyrsta sætið, 8 fyrir annað sætið. En okkar maður Bjarki Reynisson tók þátt í gödubílaflokki, stóð sig mjög vel til að byrja með, en honum urðu á afdrifarík mistök í fjórðu braut þegar að nítróið kláraðist hjá honum og hann varð að sætta sig við 5. sætið. Hans maki frá Finnlandi átti að fara fyrstur í fyrstu braut en bílinn bilaði hjá honum. Virkilega flottur bíl en hefur ekki grip. Einkennilegt nokk en við sjáum það betur á eftir, en þá er það okkar maður Gunnar Gunnarsson. Og eins og ég sagði, 6 umferðir og Gísli Gunnar Jónsson hirti Norðurlandameistaratititilinn í fyrra með því að keppa í 4 umferðum af 6 í þeirri keppni. Þannig að það er alveg möguleiki hjá Íslendingum. 2 síðustu umferðirnar fara fram á Hellu, en þessar 2 hér, 3. og 4. í Skien í Noregi, og Gunnar gerir þetta vel í fyrstu braut. Refsilaust 350 stig. Per Anders Norstad þetta er 330 stig, hann snerti þarna einu sinni og fyrir það er refsað með 20 stigum til frádráttar Finn Erik Løberg. Fer alveg hér í spor Gunnars og fer þetta refsilaust 350 stig. Þessi fyrsta braut í Noregi létt. Og það voru aðeins 6 brautir, þar af 1 tímabraut. Þetta er Arne Johannesen heitir hann víst. Mikael Kastlinen fekk 350 stig, sömuleiðis Ole Graversen. Og þá er það Ólafur Bragi Jónsson frá Egilsstöðum, lunginn ökumaður. Ungur og þetta eru 350 stig. Nú Guðbjörn Grímsson, fyrirverandi ökumaður í torfæru hér á Íslandi, búsettur í Noregi, hefur verið driffjöður í torfærunni í Noregi. En eins og flestir vita þá er þessi íþrótt upprunnin á Íslandi. Þá er það braut nr. 2 og það er Finn Erik Løberg sem fer þar fyrstur. Og hann er búinn með þriðjung brautar hér. Þetta er aðeins 120 stig. Endarhliðið er þarna upp á bakkanum. Ole Graversen. Finn Erik Løberg með 120 stig. Ole Graversen 110. Ólafur Bragi. Spurningin að halda hraða, það þarf afl til þess og grip. Ólafur Bragi reynir að fara hér aðeins til vinstri en hefur ekki árangur sem er við 120 stig. Arne Johannesen. Þetta er örlítið lengra, 130 stig. Sigurður Þór Jónsson. Sigurður Þór skoraði 350 stig í fyrstu braut. Þetta er eitthvað hik á Sigurði hérna, hann vantar hraðan og kominn allt og langt hérna til vinstri. Sigurður Þór með 120 stig. Leó Viðar Björnsson, hún er af Suðurnesjum. Það er sömu sögu að segja af öllum íslenskum keppendunum hér. Eyjólfur Skúlason, það vantar hraðan hjá þeim, nema kannski hjá Eyjólfi. Smá hik hérna í lokin, 130 stig.
Daníel Ingimundarson. 350 stig eins og Eyjólfur Skúlason í fyrstu braut. En þetta eru aðeins 90 stig. Og það er Hans Maki. Eins og ég sagði áðan, feiknarlega vel smíðaður bíll, en það er eitthvað sem er ekki alveg rétt í þessum bíl. Hann hefur ekki sama gripið og íslensku bílarnir. Íslensku strákarnir hafa eitt fram yfir Norðmenn, Svía og Finna og þeir hafa betra fjöðrunarkerfi. Þetta er vel gert hjá Gunnari, hann læður sér hærra en allir aðrir og fær 140 stig og staðan að loknum 2 brautum af 6 Gunnar Gunnarsson í fyrsta sæti með 490 stig. Arne Jóhannesson með 480 stig ásamt Eyjólfi Skúlasyni. Finnur Glauberg í 4. sæti, síðan í 5. sæti Ólafur Bragi, Sigurður Þór Jónsson í 6. sæti. Mika Kaskin í 7. Leo Viðar í 8. sæti. 3. braut var tímabraut og hún var söguleg allavega fyrir suma. Þetta er Mika Kaskinen. Ólíkt í íslensku reglunum þá er leyfilegt í Noregi að halda áfram eftir veltu. En sama reglan gildir, það má reyna tvisvar við hverja hindrun í brautinni og Mika Kaskinen reynir hér aftur. Og þetta er nákvæmlega eins og hann fær ekki nema 5 stig fyrir tímabrautina. Þá er það Arne Jóhannesson. Já, nei. Og klukkan tifar, hann er kominn á upphafsreit hér og hann tapar miklum tíma við þetta. Besti tími í tímabraut gefur 350 stig. En hver sekúnda lakari en besti tími er mínus 10 stig. Það er að segja hvert sekúndubrot er stig í tímabrautinni. Menn hafa 3 mínútur til þess að ljúka við tímabrautina og gerir þeir það, þá fá þeir að lágmarki 150 stig. Þó þeir séu jafnvel 2 mínútum lengur að aka brautina heldur en sá sem er bestur. Það er að segja að menn fá ekki minna en 150 stig fyrir að ljúka við tímabraut. En ljúki menn ekki við tímabrautina, þá ná menn að hámarki 75 stigum. 25 stigum fyrir hvern byrjaðan fjórðung. Þá þýðir það náttúrulega að þeir geta þá náð 100 stigum ef þeir byrja fjórðung í tímabrautinni. En Arne Jóhannesson með 140 stig. Hann sem sagt verið lengi í brautinni og þar hafði ekki 10 refsistig fyrir snertingu. Þá er það Ólafur Bragi Jónsson og þessi staða að bæði Mika Kaskinen og Arne Jónsson eru búin að klúðra sínum möguleikum í þessari tímabraut og opnar dyr fyrir okkur, en Ólafur Bragi gerir hér mistök. Hann er kominn út úr braut. Var greinilega ekki alveg viss hvar hann var staddur þarna og heldur áfram. Og hann fékk að vísu 140 stig. Sem hann var látið njóta vafans vegna þess að það voru enn merkingar frá 1. og 2. braut sem að mögulega höfðu ruglað hann. Og Sigurður Þór Jónsson gerir hér afdrifarík mistök. Hann fer framhjá þessu hliði og klukkan tifar og þar með eiginlega streikar Sigurður Þór Jónsson sjálfan sig út af borðinu hér í slagnum efstu sætin í þessari keppni. 2 íslenskir keppendur búnir að klúðra tímabrautinni. Og í keppni sem þessari, þar sem aðeins eru 6 brautir, þá er tímabrautin afar mikilvæg. Sérstaklega í ljósi þess að menn eru að fá í mörgum brautum 350 stig og það meira að segja margir keppendur. Þá er það Leo Viðar Björnsson. Sigurður Þór Jónsson náði að ljúka við tímabrautina 140 stig. Sjá
hvað Leó Viðar gerir 350 stig fást fyrir besta tíman. Það vantar hraðan hérna niður í móti. Menn þurfa að geta treyst bremsunum. Koma svo Leó. Nei, vantar grindina hérna. Klukkan tifar. Tíminn ekki nógu góður. Og þetta aðeins 246 stig til Leós. Daniel Gunnar Ingimundarson. Hann fer hér fyrir neðan hliðið, kominn út úr braut og hann fær ekki nema 65 stig fyrir tímabrautina. Gunnar Gunnarsson. Það að halda haus. Þó pressan sé kannski ekki svo sama eins og á keppendum í Formúlu 1. Þá gera menn undir pressu sömu mistökin þar og hér. Pressan talsverð á Gunnari, hann þarf að standa sig. Aðrir keppendur búin að fara illa ráðu sínu. Það var rétt eins og Hamilton í formúlunni. Og Gunnar gerir þetta vel, 350 stig. Og undirstrikar fyrsta sætið. Var með forystuna hérna, þá það Finn-Erik Löfberg. Og hann svo sem næstum jafn ákveðinn og Gunnar og það annar besti tími. 344 stig. Og á bíl nr. 57 Roar Jóhansen var stigalaus fram að þessu. Og staðan að loknum 3 brautum, 3 eftir. Gunnar Gunnarsson í fyrsta sæti, Finn-Erik Löfberg annar, Leó Viðar í 3. sæti, Arne Jóhannesen í 4., Eyjólfur Skúlason í 5., Ólafur Bragi í 7., Sigurður Þór Jónsson í 7. sæti. Þetta þokkaleg staða fyrir íslenska hópinn. Og í 4. braut þá fengu nánast allir keppendur 350 stig. Þannig að staðan á toppnum breyttist lítið sem ekkert. Gunnar Gunnarsson hélt öruggu fyrsta sæti. Og við förum beint í 5. braut. Fredrik Siburi gerir hér mistök í upphafi brautar. Þetta var reyndar Úli Geir Gjörvald en ekki Fredrik Siburi. Og hér það Hans Maggi. Undarlega lítið grip í þessu. Hann í tómu basli hérna. Og klárar sennilega nýtróð hérna. Þá það næstur Gunnar Gunnarsson. Hans Maggi fékk í 5. braut 230 stig. Laust hérna og má ekki fara of mikið til okkar því að það enn lausara og Gunnar að gera þetta vel. Sjáu þið, hér alveg fullt grip eins og hann sé bara á jafnsléttu og upp Gunnar 350 stig. Finn-Erik Löfberg. Naut þess að þessu sinni að vera fljótlega og eftir Gunnar Gunnarsinni í rásaröð. Já. Vantar ekki aflið og gripið hérna. Þetta 350 stig. Ole Graversen. Til þess að við eigum möguleika á sigri í heimsbikarkeppni þá þarf
hópurinn að standa sig vel allur og hér er eitt afmælisbarn þann 1. des. Hann átti afmæli nokkrum dögum á eftir jafnaldra sínum, Dalabóndanum, þessi maður. Hann var 70 nokkrum dögum eftir að Dalabóndinn var 70 og keppti í Rally Reykjavík, en hér er 70 kallmaður að keppa í torfæru og þetta er já, þetta er svona Mika Kaskinen. Og upp fer Mika Kaskinen. Þá er það Arne Jóhannessen. Það var Ulf Drakenheim sem að velti bíl sínum þarna, 70. Já, upp fer Arne, 350 stigum. Þá er það Ólafur Bragi Jónsson. Klúðraði sinni stöðu algjörlega í tímabrautinni. En það er aðeins tímaspursmál hvenær Ólafur Bragi nær sigri í torfærukeppni. Feiknarlega lunginn ökumaður og hann fer hér upp á 350 stigum. Sigurður Þór Jónsson var í 7. sæti fyrir þessa braut. Hann fær hér refsingu, ekki verður þetta 350 stig. Aðeins og neðarlega þarna kom við rauðusteikuna og þetta eru 330 stig. Og Sigurður fellur 1 sæti. Úr 7. niður í það 7. með 1280 stig. Leó Viðar Björnsson. Vel gert, hann er fyrir ofan rauðusteikuna. Þetta er refsilaust. Örlítið vantar upp á gripið hér eða aflið, en hann fer samt hér upp á 350 stigum. Eyjólfur Skúlason kemur frá Egilsstöðum eins og Ólafur Bragi og er einn af þessum mönnum sem að hefur þetta í blóðinu. Feiknarlega góður en er ekki á nægilega traustum bíl þó bílinn sé góður inn á milli þegar ekkert er brotið. Og Eyjólfur Skúlason fer hér upp á 350 stigum. Það var Daniel Gunnar Ingimundarson, var í 10. sæti, munar þar miklu hann fékk 50 stigum minna en aðri keppendur, 30–50 stigum í annari braut og hér klárar hann svo nitróið og fer ekki upp og það kostar alveg 100 stig, hann fer ekki nema 220 stig hér í þessari 50 og næst síðustu braut. Og staðan þegar ein braut er eftir, Gunnar Gunnarsson er eftir með 1540 stig, Finnur Glöfberg er annar með 1514 stig, Leó Viðar Björnsson í 3., Ólafur Bragi í 5., Sigurður Þór Jónsson í 7. sæti. Við eigum að geta raðað okkur í 5. sætin í torfærunni. Eigum það mikið af góðum ökumönnum og góðum bílum. Þetta er 7. og síðasta braut. Hans maki fer hér fyrstur, en í bílnum hann sem hann kallar Insane er lítið grip eins og ég hef marg sagt hér og það er talsvert eftir að þessari braut. Hann fær aðeins 80 stig af 350 mögulegum. Gunnar Gunnarsson. Má ekki fara á langt til vinstri, þá fara menn út úr brautinni. Hún liggur frekar hérna þessa leið sem að Gunnar er að fara aðeins til hægri og þarna beint upp. En hér brotnar hjá Gunnari framdrif og hann var aðeins á afturdrifinu eins og sjá maður þegar hann bremsar og þá bremsa framhjólinn meðan afturhjólinn snúast og það er brotið framdrif. Gunnar fær hér 180 stig og þetta opnar nú möguleikana fyrir Finn-Erik Löfberg í þessari keppni. Þetta er áræðinni til þess að ráðast á þetta stál þarna. En það er keppni aftur innan sólarhrings, 4. umferðin og Finn-Erik Löfberg lætur ekki vaða í þetta. Það ætlar frekar að hafa bílinn heilan fyrir morgundaginn.
Ole Graversen, Finn-Erik Løberg skoraði 90 stig. Og Mika Kaskinen komast hér upp á en hann var kominn og langt til vinstri og út úr braut. Ole Graversen fekk 160 stig. Og Mika Kaskinen 170 stig. Arne Jóhannesson á afturhjólunni hérna eins og honum títt og svo hins vegar að vera á toppnum. Og svo enn eina ferðina þá bjargar hann sér úr áframhaldandi veltu eins og hann gerði margoft í fyrra. En hann fær 190 stig, vel gert hjá honum, Ólafur Bragi. Koma svo. Vantar hér hestlumuninn, vantar kraftinn kannski. Ólafur Bragi 170 stig. Sigurður Þór Jónsson var í 7. sæti fyrir þessa braut með 1280 stig og skorar hér 150 stig sem var 7. besti árangur í brautinni og hann hélt sínu 7. sæti. Leó Viðar Björnsson hér vinstra megin og Eyjólfur Skúlason hægra megin. Þeir eiga báðir eftir að fara í brautina. Fyrst það Leó Viðar. Það finnur það að það vantar kraft hérna. Aðeins koðnar niður mótorinn hjá honum og hann ekki þeim hraða sem þarf til þess að fara hér upp 110 stig. Eyjólfur Skúlason. Lendir þarna aðeins á lofta fram að var með rétta hraðan og réttu stefnuna. Daniel Ingimundarson, Eyjólfur Skúlason 120 stig. Daniel Ingimundarson 100 stig. Og loka staðan að þessu sinni í þriðju umferðinni. Gunnar Gunnarsson sigrar með 1720 stig. Finn-Erik Løberg rúmum 100 stigum þar á eftir. Leó Viðar í 3. sæti. Arne Jóhannesson í 4. Ólafur Bragi í 5. Sigurður Þór Jónsson í 7. sæti. Daniel í 10. sæti og staðan að loknum 3 af 6 umferðum. Finn-Erik Løberg með 22 stig af 30 mögulegum. Ole Graversen í 2. sæti, Gunnar Gunnarsson í 7. sæti, Leó Viðar í 8. og Ólafur Bragi í 9. sæti. Það var keppt í götubílaflokki og sigurvegari þar var Tómas Nyholm á Suzuki. Sofía Skollenborg frá Svíþjóð var í 2. sæti. Tómas Nyholm kemur frá Finnlandi. Okkar maður stóð sig frábærlega þangað til í 4. braut. Hann var fyrir því óláni að klára nítróið. Fór mikið nítró í þessum brekkum en það eru átök í götubílaflokki rétt eins og í séróttanaflokknum. En ég verð hér aftur að viku liðinni þá með 4. umferð í heimsbikarkeppninni í torfærum. Sjáumst þá, bless.